hvernig ætlum við að bregðast í því núna þegar þróun svona hröð, þegar störf kannski breytast eða jafnvel bara hverfa á miðri lífstíð á fólki. Við þurfum að, þetta bara raunveruleg hluti sem við þurfum að hugsa og vera að velta fyrir okkur hvernig ætlum við að gera. Við erum bara að upplifa núna tímabil í mannkynssögunni sem hefur aldrei á sér stað, sem að störf geta breyst og horfið bara algjörlega miðum við starfsferli. Áður fyrir var þetta alltaf millikynslóða, nú er þetta innankynslóða. Allt þetta þjóðfélagslega mál, það sem við erum að ræða og velta fyrir okkur, hvernig viljum við hnikast þetta áttina, við séum tilbúin í þennan nýja raunveruleika. Bara með helgina, bara á laugardaginn, ég held ég að smíða einhverja 15-20 nýja hluti inn í vörun sem við gera, sem áður hefði tekið kannski 3 mánuði. Og ég er ekki sem búin að ná utan um þetta, ég veit ekki alveg hvað þetta þýðir eða hvert að fara með þetta, þetta er bara nýr heimur. Og ég er svolítið svona, ég verð að viðurkenna það, ég er hissa hvern einasta dag sem ég er að interakta við þetta og það er bara, við þurfum að vinna okkur í gegnum þetta. Það þarf að fara að stíga mjög varlega til jarða með að setja reglur, þessi hliðarverkanir sem enginn bjóst við, það eru raunverulegar. Það eru fræin sem þú varst ekki eins og búin að sjá blómið vegna, blómið er ekki til. Þannig að við þurfum að fara mjög varlega inn í þetta og það er þetta sem ég er svo miklar áhyggjur af bara almennt þegar við erum að tala gervigreind og við þurfum að setja alla reglur í heiminum til að stoppa hana. Það sem gerist þá er að þá erum við bara einfaldlega að stoppa framþróun og þá erum við ekki að kynnast í góða sem gervigreindin getur gert og mínum að þetta hefur þegar gert en mun gera meira. Við þurfum að passa við sem ekki að setja bremsuna á það. Það sem skiptir mjög miklu meira máli þá ég sá ekki hvernig mun þetta breyta þjóðfélaginu og hvernig ætlum við að bregðast við þannig að þjóðfélagi geti nýtt þetta sem mest. Menntakerfið eða hvað sem þarf að hugsa og hvernig ætlum við að passa það að aðri partar í þjóðfélaginu verði ekki fyrir einhverju neikvæðum áhrifum. Þar er eitthvað sem við getum raunverulega verið að velta fyrir okkur. Þetta er að koma inn, þessi tækni komin, við erum að nota gervigreind núna á mismunandi hátt allt þetta og víða í þjóðfélaginu og þetta mun breyta ákveðnum hlutum og ég trúi að mun breyta til betra en þetta mun breyta ákveðnum hlutum. Ef við neitum að horfast augu við það og hugsa bara restina af þjóðfélaginu, hvernig þjóðfélagi uppbyggt í dag þarf engan veginn að breytast, þá held ég svolítið að loka augunum fyrir hvað er raunverulega gangi.